Það er Dani, hálf svona furðuleg fótboltaleikur að baki. Hvernig svona metur þú þetta rétt eftir leik? Örugglega skemmtilegur á að horfa, það skeiði margt í leiknum. Ég held bara að við byrjuðum illa og það er erfitt að byrja leik 1-0 undir. Og við erum mörg leiti að elta allan leikinn, komum okkur inn aftur í leikinn, það er Karol skorar aukaspyrnu, 2-1 í hálfleik og fáum svo aftur annað mark strax í andlitið í seinni hálfleik, bara aululegt hjá okkur og bara óheppni þannig séð. En mér finnst sína karakter samt sem áður að koma alltaf tilbaka, endum leikinn 3-3 og óheppnar bara líka samt að klára þetta ekki, fengum alveg færin til að ná sigrum í lokin en þurftum kannski aðeins meiri tíma en auðvitað vill maður þegar maður voru manni fleiri í stæðinu 3-3 ná að setja mark en það hafðist ekki í dag. Aðeins að þessum fyrri hálfleik, hann var óvægt að segja hann hafi verið slagur. Hvað varst þið vant upp á svona í fyrri hálfleikjum? Já, hann var slagur. Ég held bara að það vantaði, við vorum alltaf langt frá mönnunum, pressin okkur var að klikka og við vorum ekki að tengja sendingar, þú veist, við vantaði bara yfirvegun og við vorum svolítið bara út allt í staðinn fyrir að halda skipulagi. Kannski, já, byrjið báða hálfleikjurinn að fá okkur mark, en kannski jákvæmt, sérstaklega þetta stigslega sjálfsmark. Hvernig þið svona svarið því? Já, þú veist, þetta er erfitt og þú veist, ég veit ekki hvort þetta kenna gerðurgræsunum. Ég var náttúrulega nálægt myndið og sendingum tilbaka en einhverja, þú veist, stoppar þarna og ég veit ekki hvort það sessa misreiknar en þetta er bara óheppni, þú veist, þetta er ekki léleg sending á myndu og þú veist, mér finnst það ekki en svo segir kannski þetta sé léleg sending en þetta er bara óheppni og ég meina fótboltaleikur er leikur mistaka og náttúrulega erum komna strax í stöðuna 3-1 strax í seinni hálfleik en eins og ég sagði, mér fannst ég samt sína karakter að koma alltaf tilbaka og náttúrulega Karol skorar frábæra þrennu og já, þú veist, á góðum degi hefðum við sett fjórða markið og farið hérna með 3 stig en það hafðist ekki í dag en auðvitað er líka, þú veist, ef maður fær 3 mörk á sig þá er erfitt að vinna fótboltaleik. Já, bara lokum Frakkland og Noregur eftir síðar í vor, hvernig bara leggst framhald í þig? Bara vel sko, ég er náttúrulega spila ekki móti Noregi og hér er gaman að mæta þeim, það eru langt síðan, við vorum fyrir nokkrum árum alltaf að mæta þeim en ég hef ekki mætt þeim núna lengi en þú veist, við hefum Noreg á útivelli og Frakka heima þannig að þetta er nú ekki alls slæmt og ég held bara, já, það verður gaman að mæta þeim og bara eins og í öllum leikjum stefnum við á sigur þar. Takk hérna. Takk.